Komum stól Inga. Sælir. Það Já, en þú maður. sjá. Þannig að tjekka hvort þið séum komnir. Ég með þetta á YouTube. Tjekka á YouTube hvort Það bara eitthvað, something went wrong. Já, við erum sennilega komin live. Herrið, bara verið velkomin, fólk fram á móti Hörður Ísafirði Herði Ísafirði. Því miður bara einhverja myndtruflanir eins og svo oft áður. Þannig að við erum að bíða eftir að Áki okkar. En leikurinn byrjaður. Við erum að reyna að redda þessi Við getum bara lýst eins og gamla þetta bara útvarp. Halli með boltan sækir upp. Kemur honum á Tóta. Tóti á Minga. Magnús Ingi. Herðu, ég ætla að fara yfir byrjunarliðið ef þið kannski heyrðu þau ekki á hann í markinu hjá Fram. Bíðum aðeins. Það heyrðist ekkert á hann. Velkomin á leik Fram og Hörður Ísafirði í Mjólkurbikarnum. Við byrjum að leika gestana í markinu númer 46 Jón Guðni Pétursson, svo koma númer 3 Gautur Óli Gíslason, númer 5 Birgir Eydal, númer 9 Guðmundur Páll Einarsson, númer 14 Einar Óli Guðmundsson, númer 15 Davíð Hjaltason, númer 16 Kári Eydal, númer 17 Sigurður Arnar Hannesson, númer 18 Ívar Breki Helgason, númer 20 Felix Reyn Gretarsson, númer 24 Gabriel Heiðberg Kristjánsson. Þjálfari þeirra Axel Sveinsson. Byrjunarlið okkar manna í Fram í markinu hann Ólafur Ísholm Ólafsson, númer 5 Haraldur Einar Ásgrímsson, númer 7 Fred Sareyva, númer 8 Aron Þórður Albertsson, númer 9 Þórir Guðjónsson, númer 17 Alex Freyr Elísson, númer 19 Indriði Áki Þorláksson, númer 20 Tryggvi Snær Geirsson, númer 22 Óskar Jónsson, númer 24 Magnús Þórðarsson og númer 26 Kyle McLagan. Þjálfari Fram hann Jón Þórir Sveinsson. Dómari í dag Jóhann Ingi Jónsson. Aðstoðarmenn hans þeir Guðni Freyr Ingvarsson og Bergsveinn Ás Hafleðarsson. Lýsir ekki bara leiknum? Jú, við erum á fullu við vorum að beða eftir að Hrafnkell væri búinn að lesa upp liðin. Já, ég ætla kannski að lesa upp fyrir ykkur liðin líka, kæra ánægður. Í markinu fyrir okkur heimamenn Ólafur Ísholm Ólafsson, Haraldur Einar Ásgrímsson, Fred okkar allra, Aron Þórður Albertsson, Þórir Guðjónsson, Alex Freyr Elísson, Indriði Áki Þorláksson, Tryggvi Snær Geirsson, Óskar Jónsson, Magnús og Kyle. Byrjunarlið frá okkar mönnum frá Ísafirði Jón Guðni Pétursson í markinu, Gautur Óli Gíslason, Birgir Eydal, Guðmundur Páll Einarsson, Einar Óli Guðmundsson, Davíð Hjaltason, Kári Eydal, Sigurður Arnar Hannesson, Ívar Breki Helgason, Felix Reyn Gretarsson og Gabriel Heiðberg Kristjánsson. Já, þá leikurinn. Óskar með boltan hjá fyrir ykkur framara, sætir hann á Kyle. Kyle leggur hann og Óskar aftur. Alex kemur sækir inn. Vel gert hjá Alex. Heyrðu, þetta geti, nei, hann dæmir ekki á þetta. Heyrðu, hann flautar á þetta sennilega, jú, hann flautar. Ætla að reyna að fá einhvern hagnað þarna og það fyrsta gula spjald leiksins og það ég veit ekki númer hvaða leikmann þetta en maður sjá. Hann frá Herði, hann númer 9, þetta hann Guðmundur Páll Einarsson sem var fyrsta gula spjald leiksins. Já, Hörður Ísafirði í 4. deildinni. Þannig þetta ætti að vera frekar þægilegur leikur fyrir Framara á blaði allavega. Önnur eins ævintýri gerast í Mjólkurbikarnum. Hér eru Framararinn í teig. Já, blessaður. Halli með skot á markið sem fer framhjá. Þá það markspyrna fyrir Ísfirðinga. Ísfirðinga, segir maður það? Ísfirðinga? Já, afsakið þetta. Já, myndin bara ekki alveg að koma. Ég meina,
er eitthvað brass. Það er eitthvað brass á myndinni. En hérna er fram með boltan, Tryggvi, leggur hann hérna á Óskar. Óskar kemur hann á Aron. Aron leggur hann á Magnús Inga. Sækir inn. Magnús Ingir hérna á vinstri kanti. Mikið rétt. Og Alex Freyr á hægri, hann er svona Wingback. vang bakvörður einhvern veginn. Já. Hann er Halli er búinn að taka miklu framförum. Já, Halli okkar, hann er búinn að vera geggjaður sko. Var hann ekki bara besti bakvörður deildarinnar í fyrra? Já. Hæ? Já, mínum að allavega. Þá er það Óskar, leggur hann á Alex. Og Alex kemur hann fyrir og þetta er skallað í burtu. Það verður bara að vera þolinmóður. Þetta verður sigur í dag, ég get lofað ykkur því. Já, Þannig að Maggi kemur hann fyrir, en þeir ná að hreinir úr, skýtur hann í leikmann Harðar. Hverju kemur ekki hérna? Það er leðilegt með myndina. Ég meina, þetta er nú ekkert fyrsta skipti sem það er eitthvað við sem myndvalina sko. Ekki? Ég fram, TV. Þessi já. Það er oft þessan. En núna er bara allt sko. Nú er bara allt hérna svart. En við ætlum að reyna eins og við getum að skemmta ykkur kæru áhorfendur. Ég verður með einhverja spurningar og svona sem þið getið svara. Við munum öll eftir Úlfarnir Víkings Ólafsvík í þessum bikar eða ekki? Mjólkurbikarinn, jú, Já, það passar. ekki 2018, þar sem Úlfarnir unnu 6-2. Frægur. Með Aðalstein Aðalsteinsson sem þjálfara, hann er varaþjálfari í dag, aðstoðarþjálfari. Já, og svo einmitt er ég að styðja Úlfana hérna með Fox í dag, upp í munn Dotta. Tveir með Fox Ég er með rauða, og Dotti með Peppermint hann er með græna. græna. Og Bjarn, Já, hann er verð alltaf með eitthvað nýtt. gert eitthvað nýtt. Blessaðu Tumi. Það er Tumi og Bjarni Sindri. En hérna, skemmtilegt Svo erum við með fyrirgefið Doddi. skemmtilegt að segja frá því, ég verð að segja það, að hérna Guðmundur Magnússon er Ég komin heim. var að fara Er að það segja ekki, sko, eða? já. Stór hlekkur á bekknum. Ég er mjög ánægður með þessi, ég meina þeir voru orðaði við hérna Guðjón Pétur Lýðsson. Blikan? Já, Blikan, já, var hann í Blikum senast, var hann ekki í Stjörnunni? Guðjón Pétur Lýðsson? Ég veit það ekki. Já, hann er alltaf að skipta, en allan, heyrðu, þá er það Tryggvi komin í gegn hérna, sendir hann á Fred með skotið og þetta er gripið Þetta er gripið. af honum Johnny Guðna. Við erum stöður ágætlega að drilla þér hérna fyrstu mínútunar. Já. En þú veist, þetta er fjóruðdeildin, þetta er hérna blanda af gömlum kempum frá Ísafirði og svo er þetta annar flokkurinn Já, ég frá heyri vestra. Annar flokkurinn eitthvað frá vestra. Já, þetta er mjög ungt lið. Já, Meðalaldurinn sé 22 ára. Ég held að þessi leikmaður í byrjunliði hérna Harðar sem er sko fættur árið 2005. 2005 modell. Já, heyrðu, Halli rennur hérna í... Ógeðslega. Það er 10. bekkur. Það er ég að rugla. Já, nei, þú veist ekki rugla, það er 10. bekkur. 2005. Já. Ég var að byrja í grunnskóla árið 2005, þú veist í öðrum bekk. Já. Sæll. En allavega Og var þessi meistari að fæðast. Jú. En þá er það Fred hérna með aukaspunni fyrir okkur framan, kemur með hann inn á tegin og þetta er hreinsa í burtu. Er þeir að reyna að koma myndavélinn hérna upp á svalir eða? Já. Ok, með eitthvað svona tengsli, já, ok, allt í lagi. Já, Elías Njarðarsson, við vitum af þessu og við erum að reyna að laga þetta. Ok. Eins hratt og auðið er. Heyrðu, þá er það, heyrðu, komin í gegn að Tryggvi og hann er að skora fyrsta markið. Skorar fyrsta markið. Þetta var frábærlega gert hjá honum Tryggva. 1-0 fram.
frábælega gert hérna. Sóla markmannin og allt, þetta elska ég að sjá. Sólaði 3 byrjaði bara hann á vítategsboganum. Það leikmaður með 20, Smaug Tryggvi sér í gegn. Snær Geirsson sem skoraði þetta mark fyrir okkur framara. Leðilegt að þið gáttuð ekki séð þetta, kæru áhorfendur, en það er 1-0 fyrir Fram. Og framtíðin er björt. Já, það er rétt Bjarki, Már. Við erum svolítið pirraði núna út að Liverpool gerði eftirblíð hana við Newcastle. Já, En leðilegt. það er vesinn. Þannig að endilega komið með eitthvað svona batakveðjur á okkur Bjarka í kommentum. Reyna að koma okkur í smá skap. En Fram skorar, ég meina það er gott. Er einhvers komment hérna? Hversu? Erum við, veist, þetta er alveg live? Við erum live, sko. Ok, gott. Frá Brasilíu. Dollan fór eitthvað rugl. Þá er það Framina segir fyrir og þetta er rangur maður. Já, Hörður ætlar ekki að keyra einn alla leið frá Ísafirði til að láta vaða yfir sig. Það held ég bara að fara að gerast. Já, ég meina, þú veist, lið sem spilar í fyrstu deild á móti lið sem spilar í fjóru deild, það ætti að vera öruggur sigur. Já, eins og ég Varst að segja? minntist á áðan, voru Heyrðu, hann tekur hann, nei, ekki taka hann upp. Nei, þetta er open aukaspunna, dómari. Dómari! Býtu, hvað er í gangi þarna? Þetta var open aukaspunna. Já, það vantar hann að farðu. Já. Við þurfum að bæta við marki hérna á okkur framar svo þið áhorfendur sjáu að við hefum skorað. Og já, það er bara flott. En svo með tíman, sko, hvernig... Núna er tíminn byrjaður, sko. Getur ekki bara... Hvað erum við á? Það eru cirka 11 mínútur búnar, þetta er bara 11. 11 mínútur, 1-0. Fyrir Fram. Sjáu þið þetta, áhorfendur, góðir? Þá er það Magnús Ingi, leggur hann hérna á Halla. Nei, núna er eitthvað, sko. Það eru prófum að transition þetta. Núna ætti tíminn að vera í gangi á staðan. En engin mynd, við erum að reyna að redda því. Heyrðu, Tóti hérna, mark, nei! Já. Úff. Nei, hann fór fram hjá, þetta var frábær sending hérna. Og góður skalli, en þetta endaði ekki í markinu, þannig að staðan er ennþá 1-0 fyrir Fram eftir cirka 13 mínútur á leiknum. Og það er útspark hjá Herði. Og útsparki hérna, kemur boltan hérna og þetta verður fyrsti boltinn, hann tekur hann niður hérna og Fram vinna. Sem er með fyrirlabandi í dag. Tryggvi leggur hann hérna á Alexander. Nei, Indriða, sorry. Fred með boltan hérna, missir hann hérna klaufalega. Það var Magnús Ingi. Maggi kemur hérna með boltan, hótasendingu nærinni fyrir. Tóti tekur hann hérna en þetta endar í markspyrnu. Jú, Freki, það er leikur, en við erum bara að reyna að ná myndinni. Friðrik Vignisson. Það er 1-0 fyrir Frömmurum. Hver var sem skoraði? Tryggvi. Snær Geirsson. Tryggvi Snær Geirsson. Leikmaður númer 20. Það var að Fred. Heldur boltanum hérna, kemur hann tilbaka á Kyle. Kyle á Óskar. Óskar leggur hann hérna á Lexa. Lexi kemur hérna með sending á Tóta, flott sending en þeir missa hann.
Hörður vinnur boltan. Það liggur hérna maður hjá Herði. Spurning hvað Jói gerir. Hann flautar. Jóhann Ingi. Þarna kemur leikurinn. Er þetta komið? Þetta ætti að vera komið núna. Ok, það er tæknimaðurinn hérna er að græða þetta fyrir ykkur áhorfendur. Hann zoomar Góðir. hérna inn á. Er ekki það bara flottir? Já. Leikmaður númer 20. Það heyrist í. Já, þetta er komið. Frábært. Já. Það er að blikka eitthvað. Er þetta blikka líka svona Maður sjá. í útsendingunni? Eitthvað snúruvesen. Nú erum við allavega komið með leikinn og biðjumst afsökunar á þessu blikki. En hann er liggjandi, leikmaður númer 18. Hvað heitir hann? Ívar. Ívar Breki Helgason. Þetta er ennþá að blík. Ívar Breki Helgason er 2002 model. Harði Jaxl Harði Jaxl frá úr Ísafirði. Ísafirði. Gæti verið frá Bolungarvík. Hann er enda Bolvíkingur sko. Ég held að hann sé það. Ég held að hann sé frá Bolungarvík þessi. Hann er allan frá Vestfjörðum. Er þetta komið? Já, þetta er sennilega hægt að blikka en leikurinn er ennþá stopp og sjáum hann að Tryggva í djúpum samræðum við Lexa ef við sjáum það áhorfendur góðir. Þarna, já. Hörru, það var að komið. Frábært. Spyrja hérna Elli Söður, er þetta ekki komið? Þá byrjar leikurinn aftur. Þetta er ægilegt að horfa á þetta heima. Sé ekki hvað hann er. Hann er alveg með boltan. Sendir hér á Þórir, hann er búinn að draga sig út. Taka overlappið. Það er sjá, hvað gerir hann? Aftur á Þóri, ætlar Þórir að setja hann inn í. Hann hásbreytt, hann á honum. Hvað er þetta, Alexander? Nei, er þetta ekki Indri? Indri, þetta er bróðurinn. Þá erum við mættir sko. Já, þá er þetta hérna, Maggi Ingi vinnur boltan. Tekur svona signature Magga Inga move. Kyle. Það var mikið í boltanum. Boltinn er búinn að vera mikið þarna. Já, þeir fíla að fara upp þennan kant sko. Það var að Aron Þórður. Leggur hérna á Kyle. Gott að fá Kyle aftur. Kyle er að Bandaríkjamaður. Jep. Heyrðu, þá er það sendingin á Maggi Ingi er hann að skora, hann er að... Nei. Þarna á að fá boltinn í eitthvað skóaferðalag. Steini mættur, blessaði Steini. Það er... Þorsteinn Örn Bernhardsson. Káringur. Er hann ekki Káar? Já, hann er í Kár. Heyrðu hérna, Inni, þessi var inni. Nei, það sýnist ekki. En Alex, hann reynir eitthvað að snirti skot, en... Snirti skot. Snirti skot, þetta var skemmtilegt. En hérna... Upp. Tæknimaðurinn í smá brasi hérna. En þá er það Tryggvi sem leggur hann hérna á Fred. Fred kemur hérna með hann á Magnús Inga. Missir boltan en Halli vinnur hann. Skiptir hann yfir á Óskar. Óskar leggur hann hérna á Alexa. Alex lítur upp. Mikið pláss aftur hann Alex. Hann er búinn að fá mikið pláss í leiknum. Kemur hann með boltan fyrir. Og hann kemur með hann fyrir. En allt og langur bolti.
elsti leikmaðurinn að herði er 97 mótil, hann er velkomin til mér. Og yngsti er 2005 mótil, hann er Tryggvi með skotið. Nei, hann missir hann í klofið á sér og Tryggvi setur sitt annað mark. Þetta var smá klaufalegt hjá markmanni Smá klaufalegt, en en mark er mark. og við tökum þessu og hvað, Tryggvi með annað? Tryggvi með sitt annað mark, Tryggvi Snær Geirsson. Frábært að vera komin í 2-0. Tryggvi Snær Geirsson sem skorar hér sitt annað mark og annað mark okkar framara. Þetta var leiðilegt fyrir markmann Harðar. Jón Guðni Pétursson. Jep, ekki Jón Guðni Fjóluson. Þessi kemur frá Bolungarvík. Pottjætt. En staðan er 2-0 og Fram strax aftur kominn með boltan. Magnús Ingi hérna. Leitar hann á völlinn, kemur hann með klaufalega sending hérna. Þetta er 0-5 mótilið. Er það? Já, nummer 9. Það er heldur stór sko. Það er greinilega verið að gefa honum eitthvað að éta. Guðmundur Páll Einarsson. Gummipalli. En þá er Alex, sækir hérna upp. 2005 mótil, það er rosalega, já. Tryggvi. Kemur hann hérna og Aron og Halla. Nei, þessi endar út af smá klaufalegt en áfram Fram. Þetta getur alltaf gert smá slys. Maggi glottir. Og við sjáum hér Tryggva með boltan. Þetta var Kyle. Kyle með boltan. Lexi fer bara í skotið. Já, þetta er bara ágætt skot. allt í lagi, allt í lagi að reyna þetta. Flottur Alex. Já, bæta marki, alveg rétt. 2-0 fyrir Fram. Rúmlega 20 mínútur búnar að leiknum. Spark hérna frá Jóni. Guðna. Halli Framarar eru með öll völd á þessum leik. Eins og gefur að skilja. Þetta er Tryggvi. Tryggvi er á kantinum eða ekki. Fred þarna, það er aukaspyrna. Fred tekið niður. Tala hér saman Halli og Tryggvi. Eða þetta Kyle. Hversu oft hefur hann komið heim? Hversu oft hefur hann komið heim til Fram? Já, meinar, já. Hann er nú búinn að koma frekar oft. Þessi, ég ætla að segja 4 sinnum. Og þess að vita það sko. Ég held að þessi 3 svara en þið látið okkur vita en þetta er góð spurning. En það var að Indri, leggur hann hérna upp á Halla. Halli með sendinguna fyrir. Fred fær boltan. Kemur hann hérna á Tryggva. Tryggvi með hann fyrir og þetta er Tóti, þeir vilja fá hot fyrir þetta en hann dæmir markspyrnu, hann Jói. Línuverður, vertu með! Ekki sáttur með dómarinn hérna. Valtýrinn. Hann er, þetta er sérst, þarna... Jón Guðni Pétursson og Jón Guðni Fjóluson eru systkinabörn, segir Harpa Rut. Það er skemmtilegt. Það má þá... Tökum því með fyrirvara en... Rætur rekja... Öglega sko.
mótinu þín. Úss. Já, hann bara alinn upp í frystihúsinu. Einn af þeim. Alveg Íslendingur. Nei, bara Eskifjörður, þannig að maður var nú í síldinni og dökkunni.
Framarar alla leið inn í nýtt gullaldarskeið. Þið eruð skjöldur oss og sverð, hefjum þessa ferð í dag. Stefnum hátt alla leið, látum ekkert á fá. Örgum inn, berum stof, félagsmerkið blátt. Að lifa og fá, að finna og sjá hinn sterka framátt. Það sama hver, hvar og hvenær sem engin nær og fær, skiptir engu hver hvítt og blátt, yfir allt öskra 1000 fall. Framarar alla leið inn í nýtt gullaldarskeið. Þið eruð skjöldur oss og sverð. Framarar alla leið inn í nýtt gullaldarskeið. Þið eruð skjöldur oss og sverð, hefjum þessa ferð í dag. Stefnum hátt alla leið, látum ekkert á fá. Örgum inn, berum stof, félagsmerkið blátt. Að lifa og fá, að finna og sjá hinn sterka framátt. Það sama hver, hvar og hvenær sem engin nær og fær, skiptir engu hver hvítt og blátt, yfir allt öskra 1000 fall. Framarar alla leið inn í nýtt gullaldarskeið. Þið eruð skjöldur oss og sverð. Framarar alla leið inn í nýtt gullaldarskeið. Þið eruð skjöldur oss og sverð, hefjum þessa ferð í dag. Stefnum hátt alla leið, látum ekkert á fá. Örgum inn, berum stof, félagsmerkið blátt. Að lifa og fá, að finna og sjá hinn sterka framátt. Það sama hver, hvar og hvenær sem engin nær og fær, skiptir engu hver hvítt og blátt, yfir allt öskra 1000 fall. Framarar alla leið inn í nýtt gullaldarskeið. Þið eruð skjöldur oss og sverð. Framarar alla leið inn í nýtt gullaldarskeið. Þið eruð skjöldur oss og sverð, hefjum þessa ferð í dag. Stefnum hátt alla leið, látum ekkert á fá. Örgum inn, berum stof, félagsmerkið blátt. Að lifa og fá, að finna og sjá hinn sterka framátt. Það sama hver, hvar og hvenær sem engin nær og fær, skiptir engu hver hvítt og blátt, yfir allt öskra 1000 fall. Framarar alla leið inn í nýtt gullaldarskeið. Þið eruð skjöldur oss og sverð. Framarar alla leið inn í nýtt gullaldarskeið. Þið eruð skjöldur oss og sverð, hefjum þessa ferð í dag. Stefnum hátt alla leið, látum ekkert á fá. Örgum inn, berum stof, félagsmerkið blátt. Að lifa og fá, að finna og sjá hinn sterka framátt. Það sama hver, hvar og hvenær sem engin nær og fær, skiptir engu hver hvítt og blátt, yfir allt öskra 1000 fall. Framarar alla leið inn í nýtt gullaldarskeið. Þið eruð skjöldur oss og sverð. Framarar alla leið
inn í nýtt gullaldarskeið. Þið eruð skjöldur, oss og sverð. Hefjum þessa ferð í dag. Stefnum hátt alla leið, látum ekkert á þá. Örkum inn, berum stof, félagsmerkið blátt. Að lifa og fá, að finna og sjá hinn sterka framátt. Það sama hver, hvar og hvenær sem enginn nær og fær, skiptir engu hver hvítt og blátt. Yfir allt öskra 1000-fall. Framarar alla leið, inn í nýtt gullaldarskeið. Þið eruð skjöldur, oss og sverð. Framarar alla leið, inn í nýtt gullaldarskeið. Þið eruð skjöldur, oss og sverð. Hefjum þessa ferð í dag. Stefnum hátt alla leið, látum ekkert á þá. Örkum inn, berum stof, félagsmerkið blátt. Að lifa og fá, að finna og sjá hinn sterka framátt. Það sama hver, hvar og hvenær sem enginn nær og fær, skiptir engu hver hvítt og blátt. Yfir allt öskra 1000-fall. Framarar alla leið, inn í nýtt gullaldarskeið. Þið eruð skjöldur, oss og sverð. Framarar alla leið, inn í nýtt gullaldarskeið. Þið eruð skjöldur, oss og sverð. Hefjum þessa ferð í dag. Já. Halló. Randvík. Hvaða mínúta þarna? 45 árum síðan. Já. Halló. Randvík. Hvaða mínúta þarna? 45 árum síðan. Já. Halló. Randvík.
45 ár síðan ég nefndi. Já. Kemur alltaf þetta. Þetta er bara að stoppa þessu. Já. Fyrir Gummi og Aronsnæð fyrir Tóta og Indriða. Ok. Gummi að koma inn á. Mhm. Er það komin inn á? Komin inn á. Þarna heyrist eitthvað. Já, hefur ekki bara að byrja, Þórður? Jú, en ég meina að það heyrist ekkert. Það heyrist bara mjög lítið í okkur, sko. Það eru valdagestir, framar að gera tvær breytingar í hálfleik, út af komu leikmenn nr. 9 Þóri Guðjónsson og að líkan Indriði Áki Þorláksson og inn á komu leikmenn nr. Já, byrjum þetta bara, ég meina prófum þetta bara, það er... 13 Aronsnæð Ingarsson og nr. 77 Guðmundur Magnússon. Hörður gerði einnig eina breytingu í hálfleik, út af kom leikmaður nr. 9 Guðmundur Páll Einarsson og inn á kom leikmaður nr. 21 Dagur Elí Ragnarsson. Það er hérna Magnús Ingi með boltan, leggur hann á Aron. 4-0 í hálfleik. Já, við erum live. We are alive. Nice. Góðan daginn, kæru áhorfendur. Velkomin að skjánum. Það var að seinni hálfleikur, Fram Hörður Ísafjörður, 4-0 í hálfleik. Herru, ég hérna er að pæla að fara yfir hérna stöðuna í hinum leikjum dagsins hérna í Mjölkubikarnum. Meðan þið sjáuð. Það er sem sagt... Já, það er mark. Fred þarna með skoti en á varnarmaður sem bjargaði þessu skoti. Alltaf frá tóti. Já, staðan í hinum leikjunum er að Höttur Huginn er að vinna 3-1 á móti Einherja. 1-1 í hálfleik hjá Ími og KFR. KFS er að vinna Berserkina 4-2. Býta aðeins, þetta er sennilega mark, já, frábært mark. Þetta er Aronsnæð Ingarsson nýkominn inn á og búinn að setja Indriði Áka. mark sitt á leikinn. Gummi Magg kom inn á líka. Já, og Leikmaður nr. 77. út að fóru Tóti og Þórður Guðjónsson og Indriði Áki. Og leikmaður nr. 13 Aronsnæð Ingarsson sem var að koma inn á hér í hálfleik sem skoraði þetta mark fyrir okkur framara. já, svo er það næsti leikur sem ég ætla að segja. 5-0. Búið að breyta stöðu. Já, það er búið að breyta. Dalvík Reynir er að vinna Samherja 5-1. Svo er 0-0 í SR á móti RB, ég veit ekki hvað lið það er. Regnbóin. Skemmtilegt að nefna liði. Heyrðu, þarna erum við komin svo. Það er Hörður og þetta fyrsta skipti sem Ólafur snerti boltan. Gamla liðið okkar Bjarka Álafoss er hérna að gera 0-0 á móti GG. Jafntefli. Þeir eru að styrkja sig. Sá hérna Þorlákur Ágústsson er mættur, hann var í Kortdrengjum eitthvað. Já, hann er komin í Álafoss. Hann vann einhvern tímann efnilegasti leikmaður Kortdrengja, þeir voru í 3. deildinni. Já, ok, skemmtilegt. Og er sprækur. Þeir eru að gera góða hluti. Já, frábært að heyra. Já. Þá er það Tryggvi á Magnús Inga og hann sleppir hérna í gegn á... Aron aftur... Nei. Þetta er Aron. Já. Ég held að hann var að skora. Já. Taking fljótt. Corner taking quickly. Corner taking quickly.
Heyrðu, þetta Já, áfram bara. Áfram. Hann chipar bara, þetta Alex missir hann klefalega frá sér, eins og ég segi, það er, jú, þetta er brot en sko, Hörður er nú ekki að standa sig með Hlutirnir eru svakalegir, Já. sko. Og hvað ætlast maður frá herði núna þegar Framar eru spáður upp? Er það staðfest það? Það ekki allir að spá Framarum upp. Það er ekki. Við komum með Gumma Magga topp. Hann bara koma sér í betra hlaupafrórum og þá er hann bara 10 marka maður í inkasso. Ekki? Já, mikið rétt. Þegar hann var að missa hennar boltan. Hrein íslenska. Já, bara hrein íslenska tölu hérna. Heldur sem konur aftur, Berki. Já. Velkomin að skjánum, kæru áhörundur. Enn og aftur. Það er ennþá 5-0 fyrir Framarum. Nei, ég held sem ekki konur aftur, ég held sem bara bliður. Ég næ allan ekki útsendingunni en Jú. Það er 6-0. 6-0, hver skoraði? 6-0. Hver skoraði? Er þetta Aron? Þetta er Aron Snær, held ég. Aron Snær. Aron Snær með sitt annað mark. Nú er þeir sko... Sáu þið þetta áhörundur, við vorum í... Það er leikmann með 13, Aron Það er Snær sko- Ingason Þá eru þeir með sitt þrír annað komnir með mark 2 og mörk í þessum 7. leik. mark okkar Framara. Tryggvi, Kyle og Aron. 6-0. Skemmtilegt. Það er bara 6-0 spurning, og hver er nú fyrstur að ná þrennunni? bara menn að vera graðir í þrennu. Hat-trick fever, kallast þetta. Já. Þú þekkir hat-trick feverinn. Jú, það er oftast í hérna Pro-clubs. Pro-clubs og sérstaklega hérna í hérna bumbuboltanum okkar. Já, það er erfitt að ná þrennunni þar. Ég næ hann oft sko. Hat-trick fever. Herru, þá hérna, já, bara Sjá mikið. Halli er með boltana og leggur hann á Aron. Aron skiptir hann hérna yfir á Tryggva. Aron Þórður er nýr leikmaður, eða ekki? Hann kom í hérna glugganum í fyrra, Kom hann í... seinni glugganum. Já, ok. Í júni... Já, hann í seinni glugganum bara. Hann kom á Þrótti. Já. Flottur kall, sko. Fín sendingarna hjá honum. Maggi Ingi, sem tók tilbaka á Fred. Það er sparkað fram og þá er hann kominn í... Jú, nei. Ekkert að vera þessu. Þetta verður löng ferð heim. Já, herði. Er ekki Óskar með hann? Óskar Jónsson. Herðið, þarna er Hörður í sókn og Kyle fljótur að koma tilbaka og þeir redda þessu nú örugglega. Alls með boltan, undir hér á Aron. Komið þreyta í Vestfirðina, sýnist mér, og þarna er Aron. Aron tekur hérna og Fred. Já.
Þetta er hérna búin að vera mjög sérstök útsending hjá okkur en hérna við byggjumst bara enn og eftir afsökunar á þessu kæra áhorfendur. Þetta er bara 6-0. Já, en það er allavega góðu dagur hérna hjá okkur Frömmurum. Við erum að vinna 6-0 og já, þarna við mætum sem sagt hvaða lið var það sem við mætum hérna í næstu Víðir. Víðir Þorvarða. Víðir í Garðinum. Já, við mætum þeim næst. Já. Þeir geta ekki neitt. Sendingarlagsa. Nú er það mikið að gera hjá Jón Guðna Pétursinni, markmann Harðar. Þetta var brot. Við erum með merkis áhorfenda á línunni. Nú. Ekki á línunni reyndar. En hann er að horfa á leikinn, hann er frá Ameríkunni. Arnór Daði Aðalsteinsson, hann á náttúrulega að vera þarna. Hann kemur í sumar. Hann kemur í sumar. Ég veit að hann er búinn að fá fyrstu bólusetningunni sína. Ok. Hann þarf bara að stinga nálinn í sig aftur og þá er hann bara good to go. Fekk hann Pfizer-inn? Ég held að það hafi verið Pfizer. Þá eru 3 vikur sem þurfa að liða á milli. Hann er Pfizer maður, sko. Og hérna Arnór Daði er í Förmann. Þeim gengur vel, eða ekki? Já, hann er búinn að vera hérna í liði mánaðarins held ég 2 svar af öllum í Ameríku. Ameríska hérna soccer. Til skammar að þeir Ameríkanar kalla þetta soccer. Já, þetta er náttúrulega líka bara hann þarf að sanna sig hérna í passunum á Íslandi, sko, í sambandmirinni. Herru, frábærlega gert hérna Tryggva. Herru, Vá, Tryggvi skillmoves maður. Herru, þetta er þetta vít? Nei, Maggi ekki með boltan, ætlar hann að Maggi skora með fyrst? boltann. Já, þetta er mark. En það er spurning hvort að þetta hafi farið af varnarmanni. Þetta er Magnús Ingi sem skorar þetta mark. Fær Magnús Ingi þetta skrá? Magnús Ingi Þórðarsson, já. Var þetta á leiðinu á markið sem sagt skotið Þetta var markið hans, sko. Ok, frábært. Geggjað Magnús Ingi. Fór að vísu í varnarmann en Að leikmann 24, hann Magnús Ingi Þórðarsson sem skoraði þetta mark okkar framara. Þetta verður hérna góðu dagur fyrir strákan okkar í kvöld. Ætli þeir fá sér ekki kannski, ég meina ég myndi allavega að fá sér 1-2 kalda. Ég gef grænt á 1. Ef þeir skoruðu þá með að fá sér 2. Mestmegnis Benediktsmenn. Já, þeir eru stilt. Þess vegna eru þeir í en castle. Þeir eru kallaðir framarar, ekki djamarar. Þá var að Halli, það er einn maður sem með allt á hreinu. Það er komið kærist af Halli. Frekar flott stelpa, vel gert hjá Halla. Já. Skora bæði inn og sem utan. Það er nefnilega... Herru, skipting maður. Lexi verður að skora. Já. Nei! Æ, kemur Alex maður. Þetta var vel gert, góð sendi. Var þetta Halli sem sendi það? Já. Og Halli og á hinn bakverðin. Þetta var að væng bakvarða. Trent og Robo. Töfrar. Hvort myndur þú segja, er ekki Halli, Trent og Alex Robo eða? Halli með löppina sína. Lexi og Lexi með hraðan skilur við. Já, hann er samt kannski ekki Robo, sko. Herru, hann er Kyle Douglas á leiðin út af. Tveggja marka maður. Er þetta Einar? Nei, þetta er hann Guðlaugur. Það er skipting hjá okkur Frömmurum út af fyrir leikmann nr. 3 Kyle McLagan og hennar kemur leikmann nr. 30 Guðlaugur Rúnar Pétursson. Númer 30 Guðlaugur Rúnar Pétursson. Uppalinn framari. 0-1 módel held ég. Og fer þarna í hafsendinn. Það er að spreita sig á móti þreyttum Vestfirðingum. En áfram við höldum. Skemmtilega sendingin á Alexander með Tryggvi. Meðan á Guðlaug, fyrsta snertingin hans. Flottur. Hann leitar mikið að inn á völlin núna.
Og er það að kalla óskefti pínustandand frá hérna okkar manni Gumma Magg. Er hann búinn að snerta boltan síðan hann kom inn á? Hann er ekki búinn að eiga margar snertingar. Þeir eru mikið að leita. Nú er ég bara með uppbyggilega gagnrýni. Þeir eru mikið að leita á kantinn sko. Já. Og vilja fá Guðmundur Magnússon. Bara hann er hann. Target center sko. Target center, ok. Aron Það er Þórður. að fá eitt mark, það væri nú. Og hver er þetta? Aron Snær. Sendir á Fred. Fred er ekki kominn með mark í dag. Nei, það er mjög skrítið að hann sé ekki búinn að skora allan heilt. En það var Óskar. Kemur hann hérna á Aron. Aron á Tryggva aftur á Óskar. Alex alveg eitt þarna og yfirgefinn. Ég meina, hann kemur með sendingu. Skemmt. Já, það eru þessir boltar sem þeir eru að æfa núna. Þeir fá hérna fría æfingu í þessum leik. Halda boltanum mikið. Þannig að Magnús Ingi. Þetta er innkast sennilega. Innkast. Það er verið að filma. Hvað er hann að filma hann? Hann var að filma trén. Það er alltaf gaman að skoða trén. Hérna í Safamýrinni. Það var það Guðlaugur sem sendir hann á Óskar. Óskar með góð mikið tíma, kemur með háa sendingu hérna. Skiptingan er ekki alveg að gera sig hérna. Hann er Guðlaugur. Spila safe. Fred. Tryggvi kemur sendingunum fyrir. Næsti mótsleikur Framara er 7. maí á móti Víking Ólafsvík. Hvað er það? Er hann heima Ég eða held að væri leikur aftur næstu helgi hérna með bikarnum. Mér heyrði það einhvers staðar að það væri semst leikur í næstu helgi í bikarnum aftur. Hún ætlar að aðtöða það fyrir okkur. En fyrsti hérna semst leikur í lengjudeildinni verður einmitt 7. hérna í Safamýrinni móti Aha. Víkó, já. Þá verðum við á mæknum sko. Vonandi. 7. maí. Víkingur Ólafsvík. Kistla. Hvað segirðu? Fyrst þetta Mountain Dew í klefanum eða? Ég fór bara að ná því. Sopa það. Nei. Eða þú veist, Þú mátt alveg fá að eiga þetta sko. Jökur. Mountain Dew. Það var bara einu sem var til sko. Ég drekk Það ekki er Pepsi, sko. hérna fullt af Mountain Dew í klefanum hjá Í meistaraflokki. meistaraflokki. Já, ok. Það er rétt að vona að þeir sé ekki að þamba því fyrir leiki. Ég meina, þú veist, ef þeir eru að vinna 6-7-0, ég meina Já, 7-0, þá er það allt í lagi. móti Já, Herði ok, Ísafirði. ok, Þetta er Ég hérna á nú eitt mark hérna, eða 2 jafnvel á móti þeim, þegar ég var að spila fyrir Úlfana. Já, ég er að tala um það að Úlfarnir unnu sko. Já, ok. Já, það verður semst, næsti leikur er þá væntanlega Víkingur Ópa. Þarna, já, nú er það Aron á boltanum. Sendir hann á Tryggva, Tryggvi með og Alex aftur einn á yfirgefinn og hvað gerist? Hann skýtir yfir. Hann er að reyna að finna markið þarna í þessum leik en Alex. Hann bara fá svona nokkuð góð tækifæri til að setja eitt mark. Ekkert að gerast. Kemur nokkuð bolti Óli Ederson. Tók eitt léttan Ederson innan. Gummi Magg á Fred. Fred hleypir Gumma Magg Jæja, í gegn og Gummi. þetta er fyrsta mark. Nei, Nei, þetta er varð og hotspilna. þetta er varið. Gott fyrir Gumma að fá eitt svona debut þennan mark. Ég veit ekki hvort maður kallar þetta debut lengur þegar hann kemur aftur í fram. Það sitja hann þarna kallinn. Hvað er hann gammal? 91 model. Hann er að eldast. Frítur. Þarf að Þarna. Skemmtilegu bolti. Ok.
Já, þannig að leikurinn verður þá 1. maí. Já. Á lýðveldisdegi. Já, þannig að ég eins og afmælisdagur fram, eins og ég spáði þarna áðan, þannig að næsti leikur er í bikarnum aftur á móti Víði sem verður útileikur. Og er það hvað, 119? 8 er ekki stofnun 108? Nei, ekki 109. Þau verða þá 12 felli eitthvað hannig 1. Ég þorði ekki að giska sko. 113 Grafarholt. 113 Grafarholt, okkar staður. Það er reyndar stórafmæli. Þeir eru komnir í gegn og þetta er ólega. Blótar hérna á vellinum, það er ekki fallegt. Framtíð er í boði Kaffi Holt. Bakaríið í Grafarholti með vín og ís, bjór og það er komið hérna, það er hægt að fá sér bragðar yfir hana. Þetta er nýi staðurinn í Grafarholti, Kaffi Holt. Allir hættir að fara að kenni. Ég fór þangað áðan og fekk með bleikan snúð og Pepsi Max. Já, ég fór þarna og horfði á Liverpool-leikinn með ykkur. Það var bara rosalegt stuð þarna í Grafarholti. En ég meina núna þetta alveg hræðilega. Það er annar að fara út af þessu. Jæja, höldum áfram. Þeir hörður, sækið hana en þetta er bara sömmarleikið þeirra í dag. Það er ekki mikið að frétta. Og þetta er búið að vera svona svolítið eins og þeir kallar þetta í Bretlandi walk in the park. Og Fred með boltan. Skiptir hann með nót á Magnús Inga. Aftur á Fred. Fred fer í skot en þetta var alveg. Það var slagt skot hjá Fred en hann vinnur hann ekkert aftur. Og þá er það Aron og Alex nær honum. Þetta var skemmtilega gert hjá Guðmundi Magnúsinni og Fred hérna á kantinum. Eins og segi, ég held að Alex sé bara að það er enginn í Alex, það bara mætir enginn. Og Halli skýtur. Skjóttu. Ágætt skot. Vel gert Halli. Svolítið, fín varsla líka. Hann þótt að hann sé búinn að fá á sig, ég meina 7 mörk, þá var hann satt búinn að standa sig með prýði markmaður Harðar. Algjörlega sko. Það er búinn að verja hérna bara alveg örugglega 8. 9 skot sko. Mikið að gera hjá honum. Þetta eru einhver 2 bónustig í fantasy. Frábært. Ég veit ekki hvort það eru í fantasy. 3 held ég. Halli hérna. Hann er búinn að fá þessi mörk á síðan. Það er einhver mínus. Endar með 3 stig held ég. Ef að leikurinn endar svona. 7-0 fram í vil. Það er sérst Tryggvi með 2, Kyle með 2, Aron með 2 og Magnús Ingi með 1. Þarna er skipting. Þetta... Já, þarna ég biðlaði til Jón og hann svaraði beiðninni. Aron Þórir út af. Sigrir... Nei, hann er bara að tala við hann. Hörður Ísafirði gerir ég breytingu út að kemur leikmannum 17, Sigurður Arnar Hannesson og inn að kemur leikmannum 10, Jóhann Samuel Rendal. Nei, kom inn á. Jú, þetta er Tóni og Steinar að koma inn á. Hörður gerði einhverja skemmtilega breytingu hérna. Það er Steinar Harald sem kemur inn á. Steinar Harald? Nei, Steinar Bjarnason, segi ég. Steinar Haralds voru að spila í gær. Framarar gerir einnig 2-falda breytingu sem liði út af kemur leikmannum 24, Magnús Þórðarsson og inn að kemur leikmannum 27, Steinar Bjarnason. Halli að fara út af líka. Maggi Ingi út af og Halli. Steinar Bjarnason inn á. Haraldur Einar Ásgrímsson út af og leikmaður með 5 Haraldur Einar Ásgrímsson kemur einnig út af hjá framarum og leikmaður með 32 Anton Hrafn Hallgrímsson kemur hér inn á. Þetta eru 2 strákar frá Grafarholti. Já, ég held að þetta sé fyrsti ef ég er að segja meistaraflokksleikur hans Tóna. Já. Ég held ég sammála því. Þú veist alltaf hana mótsleikur, þá er ég að segja það sko. Það er bara rétt hjá þér. Gott fyrir
góðu dag fyrir Grafarholtið. Hann er hérna bróðir Árna Frey Hallgrímssonar sem er, hótel og veit ekki, hérna gerir tóni, já, Hann vinnur samt einhvern veginn boltan úr á honum en þetta er yngastirna hörður. Og ég held sko að þessi númer 10 hafi verið að koma inn á, eða ekki? Jú, Jóhann Samúel Rendal. Ok, já, það er bara flott hjá þeim að skipta inn á. Ég var svona út af einhver strákum að spila í dag fram og já, þessi sem leikmenn fá kannski ekki endilega að spila í sumar en það fá allavega þessi tækifæri í þessum byggar. Ertu að tala um þá framarana? Já, Doddi bombaði sér í síman í meðri útsendingu. Guðlaugur hérna með boltan, sendir yfir á Steinar Bjarna. Steinar Bjarna á Aron Þórð. Hvað gerir Aron? Ágætt, fær hann aftur hér. Steinar Bjarna með inn í sendingu og Gummi Max skallar en Jón Guðni Pétursson verið þetta og það var líka rángstað. Þannig að það er já, ég einmitt kom með þetta áðan spurninguna að svara en enginn hvað svo oft Guðmundur Magnússon hefur komið heim. Við vorum off þá sko. Ég ætla að giska sko, hann hafi komið þrisvar aftur heim saman. Þrisvar? Já. Þú veist, hann hérna kemur svo sett og fer hann á 2012 eða eitthvað. Hvert fór hann þá? Þá fór hann, hann fór eitthvað í Víking Ólafsvík. Já, ég er að segja að hann fór í Víking Ólafsvík. Kom svo aftur þá. 11 kemur aftur heim, svo fer hann aftur út. Aftur, Lexi með Fred. Ég meina það skiptir engu máli henni bara þetta var svona að reyna að vera eitthvað spurning. Ég veit að þetta er búið að vera kannski þurft yfir ykkur í dag og bara verið mikið vesen með útsendingun og allt það en ég lofa ykkur því að ég og Bjarki munum vera alveg, jafnvel 2-3-falt skemmtilegri í næstu útsendingu sérstaklega þegar deildin byrjar sko, þegar lengi deildin byrjar og svolítið rólegur dagur í dag rólegum boltan kemur inn að miðuna og þá er það Tryggvi. Varstu að segja að við verum leiðilegir í beinni? Nei, ég var ekki að segja að við verum leiðilegir en meira bara svona, þú veist, þetta er búið að vera bara þurft skilur, þú veist, maður er kannski svona aðeins slakari í mjólkubikarnum en þetta væri leikur, þú veist, það er ekki, við unnum hana leik fyrir leik skilur. Það er dálítið þannig sko. En ég meina, svo vera gestir í sumar og Maggi Fókus maður, hann kemur örugglega einhvern tímann í sumar og mun hjálpa okkur og eftir fræga leikina sem þú og hann lýstu í sumar. Já. Skemmtilega, þetta er bara sennilega eitt skemmtilegasti leik sem ég hlusta á. Ég var sendur í kælingu eftir hann leik. En þú ert mættur aftur. Þú ert búinn að læra Það var fullorðnast. Þú horfðir á Da Vinci Code í gær. Já, mér finnst það frekar slök sko. Ég skil það ekki, þetta er mjög góð mynd. Þetta er langdregin sko. Hún er svolítið langdregin, þetta er þessi klassík skilur, þetta er svona mynd sem að þú ferð ekkert heim hérna eftir vinnu og horfður á svona mynd skilur. Þú ert þreyttur eftir vinnu eða eitthvað, þú ferð bara. Ég meina, hvað finnst þér? Sko, mér fannst svo mikið ekki meika sens þarna. Þetta var bara, mér finnst þetta rosalega mikil vera, þú veist, auglýsing fyrir þetta, listasafn í París. Já, ég meina, þú veist, þetta er náttúrulega bók, þetta er mynd eftir bók. Þetta er skáldskapur, sko. Þetta er skáldskapur. Og svo hef ég ekki mikið áhuga á Jesú og Guð. Þannig, þá er hann farinn aftur. Dotti farinn. Þá er það Hörður sem er á hotspyrnu, senda hann stutt
inn í sending, fín sending en Ólafur grípur hann. Þeir sækja hratt upp, þetta er Fred hérna á sprettinum hægra megin. Er einhver inn í, kemur honum inn í, nei, þetta var skot. Og Jón Guðni ver, hann er búinn að verja marga bolta í þessum leik. Og Árein og Hörður eitthvað hérna. Ólafur og Gulla. Aron Þórður sendir á Anton og Alex. Þeir eru hérna rólegir bara að senda boltan á milli sín. Fred fær boltan hérna og Ég var að sendir á Steina Bjarna. hleypa henni vitleysingi. Og það er smá samba yfir þessu hérna núna. En það eru Hörður vel sprungnir, en hvað gerist þarna? Hvert ætlar hann að fara? Þeir hafa enga trú á þessu. Herru, skemmtilegt að segja fyrir því að ég sést datt svolítið í Trailer Park Boys aftur. Já, fucking Þeir eru geðveikir. Ég mæli með kæra áhorfendur að ef ykkur leiðist heima og svona í þessu COVID faraldri að detta bara og stilla á Trailer Park Boys, þetta er alveg bara ég meina það getur látið ykkur hlæja allavega og ég meina maður hlægir ekki mikið í þessu COVID-rugli alveg dottir úr þessum leik. Herri, ég þarf að fara að vinna, sko. Já. Er KD til í að taka hennar með þær seinustu mínútuna? Hvað er mikið eftir þessu leik? Það er Já. Tekur hann að loka sók. Aron Snær á Steina Bjarna. Er þetta ekki Stein? Herðu, og Gummi Max skor. debut. Hann gefur mig markirna áður en ég fer. Leikmaður númer 77 Guðmundur Ég þarf Magnússon bara að sem koma mér. skorar hér sitt Herru, takk fyrsta fyrir. mark Ætla fyrir að Fram þakka fyrir mig. eftir endurkomuna. Ég þarf að fara að Frábært hjá honum, vinna fyrir mínum 8-0 launum. Jú. fyrir Það er okkur ekki bláu. allir sem fyrir það. Þannig, já, sjáumst. Signing off. Gangi þér vel. Endilega, Kollu. Já, góðan daginn, kæra áhorfendur. Svangur heiti ég. Svo stakka hérna í síðustu mínúturnar með honum Þórði. Yes. Ég bara afsaki það ef ég hoppa frá þegar Fram skorar. Svona til þess að Ég meina það er einhver að segja hver skora fyrir áhorfendurna. rétt er það. Þetta er búið að vera frekar mikil einstefna hérna í dag. Ég er bara langt síðan ég sé svona mikla einstefnu bara, en eins og ég sagði fyrir leik að þetta á að vera svona þegar lið úr fjórudeild fer að spila á móti lið já, í lengjudeildinni. Já, algjörlega. Það væri skrítið ef að staðan væri öðruvísi. Já, algjörlega. Líka liðið sem er, sko, okkur spáðu upp. Allavega toppáratu, þannig að ef þetta væri ekki einstefna þá væri nú eitthvað að. Já. Ég meina svo náttúrulega, það er svo náttúrulega leikur á móti þarna Víði næstu viku. Já. Og þeir eru í þriðjudeildinni ef ég eða rétt hjá mér. Jú, minni það. Vonandi förum við, þá erum við, það er 32 úrslit. Já. Nei, það er 64. 64 lag. Það er 64. Já. Ok, þannig að ef við vinnum hann þá förum við 32 úrslit. Já. Þá færum við að mæta sterkari liðum strax í 32 lag. Já. Þannig að hérna, bara komast þangað. Það er skemmtilegt að fá kannski lengjudeildarlið þar. Já, algjörlega. Til að fá aðeins meiri action fyrir áhorfendur en ekki leiðilegt að horfa á lið skora 8 mörk. Nei, það er ekki leiðilegt að byrja fótboltasumarið svoleiðis, sko. Fyrsta keppnisleik eftir, hvað er þetta? 4. eða 5. pásan? Já, það er alveg.
Það er fín mæting. Já, það er alveg slatt af fólki. Gaman að Sóttólfur og félagar bönnuðu ekki áhorfendum. Já, guðminn almáttugur. Það hefði nú alveg verið líkt þeim sko, en sem betur fer, þá fær fólk að mæta og njóta. Yes, það var Alex. Eins og segi, ég er bara búinn að horfa á hana alla leik og hann er aldrei maður í honum þegar hann fær boltan. Nei. Hann er búinn að vera alveg eitt þarna. Já. Og líka hinnkanturinn þegar, þetta er markum. Gummi aftur. Ja, nei, þetta var rángstað. Gummi samt að sýna af hverju fram sóttan. Geggja að fá Gumma aftur. Já. Bara. Hann er markaskorari. Hann skora mörkin og hérna. Og liðir líka betur sko þegar hann er hérna heima í Safamýrinni. Já. Það er eitthvað við Safamýrina sem leyfir hann að skora fleiri mörk. Já, sammála. En hérna. Já, þeir eru náttúrulega þreyttir, strákarnir frá Ísafirði. Þeir voru byrjaðir að blása vel hérna bara eftir 25-30 mínútur. Þá er þetta aftur rángstæða Gummi sko. Hann hefði ekkert verið komið þrennu hana en 2 rángstæða mörk. Já. Hann er allavega að skora. Já. Það er þarna. Svo er þarna einmitt leikurinn, fyrsti mótleikur í leikjudeildinni móti Víkinga Ólafsvík hérna heima. Já, það er, hvað er 7. maí. 7. maí. Já. Klukkan 19:15. Frábært að þarna deildin sé að byrja aftur. Já, geggja. Og vonandi bara förum við upp í þetta skipti. Já, algjörlega. Það er bara. Og fáum að klára leikinn okkar ef að ég er ennþá sár og allir framarar. Ég held að séu allir frekar vonsegnir. Ég er samt búinn að snúa hugsunni minni þannig að við hefum bara átt að drullast til þess að vinna Þrótt bara hana. Já, og leikinn hana á móti Grindavík. Já, það eru töpu stig sem að bita okkur svolítið hérna í lokinn sko. Það sem að ef við hefum bara tekið annarkoð þeirra leikja þá værum við að tala um Pepsi Max-deildina núna sko. Já, við erum reyndari núna og já. Ég ætla að vera alveg hreinskilinn, ég held að framfari upp í ár. Já, ég er bara reynslan í hópnum og það er þetta svona, það sem þetta svekkelsi gefur þér, það er viljinn til að láta þetta ekki endurtaka sig sko. Algjörlega. Já, það er alltaf þegar að leikmenn Ísafjarðarmenn ætla að reyna eitthvað. Þá er þetta bara drepið strax. Drepið strax, já. Komast ekki langt inn á vallarhelming. Nei, mikið af strákonum sem er að spila fyrir þá í dag eru úr öðrum flokki. Já. Ég veit ekki, Vestra, sem kallaði Vestri núna. Jú. Þetta er strákar úr öðrum flokki. Já, þetta er svona eins og semi-venslali Vestra. Já, þetta er já. Þannig að það er svona, já. Það er frábært fyrir þá að fá að spila við Fram og ég meina. Algjörlega, þetta er bara reynsla og bara leikir sem þeir eru að fá sko. Það er alltaf, þú vilt alltaf frekar spila meistaraflokksbolta heldur en að vera í öðrum flokk. Já. Og reynsluna þar sko. En en maður sér alveg að þeir eru eftir að eiga erfitt með að ganga á morgun. Vera allir með stífir og það þarf að kæla þetta strax. Já. Ég ætla að segja mínu mati að maður leiksins sé Tryggvi. Já, í sammála, hann var rosalega flottur sérstaklega í fyrirhálfleik. Ekki það allt liðið búið að spila frábærlega. Já, algjörlega. Mér finnst líka bara vörnin búin að vera rosalega traust sko. Það er einhvern veginn sérstaklega og Kyle og Óskar. Óskar er búinn að fylla inn í, hann er nefnilega ekki varnarmaður sko. Hann er miðjumaður. Þetta er ríkalega vel gert hjá Fred, kemur hann út að Tryggva. Tryggvi eitthvað dandalast með boltan á Óskar og Óskar. Þeir eru bara að leika sér í einhverjum sendingaleikandi fyrir utan. En já, hvað er þeir eru 3 með 2 mörk. Það eru Aron, Tryggvi og Kyle. Já. Svo er Gummi og Magnús Ingi. Já. Með sikkvart marki. Einmitt. Og ég er endara svolítið ennþá bara svolítið, heyrði þarna Kloppi og það eru komnir í sókn. Það er spurning hvað gerist hérna. Hann kemur einn á móti markmanni en þetta er, nei. Ég held að hann hafi ekki haft alveg nógu mikla trú á sér þarna í skotinu. Nei. Góður svona smá truflun frá Aroni. Já.
Framar að koma strax aftur í sókn. Já. Það er svona. Já, ég ætla að segja, mér finnst svona skrítið að Fred hafi ekki eða sé ekki búinn að skora í þessum leik. Já. Það er kannski meira búinn að vera að búa til mörk. Já, búa svona til opnanir fyrir hina sko. Já. Taka hlaup og... Ég menn, hann er náttúrulega þannig leikmaður. Já. Hann á að búa til sókninar. Já. Koma boltanum í lappir á Gumma, sérstaklega verður gott að hafa hann í sumar með hraða kantmenn. Já, algjörlega, þú sér það líka sko að tala um, já, Fred var ekki góður, hann skoraði ekki, en það var bara svona hreyfingar þar alls og hlaupinn og þessu svona litlu, þessi boltalausu hlaup sem búa til þessu opnanir fyrir leikmennin í kringum hann sem eru svo mikilvægir og maður tekur svona sérstaklega eftir þessu þegar hann er ekki að spila, það er svona, þú veist. Ef Fram er ekki með Fred, það er bara, hann er límið í þessu liði sko. Algjörlega. Og ég held að segja hann sé besti leikmaður í kassadeildinni. Já, algjörlega, ég er algjörlega sammála því. Einn af þeim, hann er frábær. Hann og kannski Gary Martin. Gary Martin er kannski ekki búinn að standa sig eins vel og hann er þá að leikurinn búinn. Frábær leikur hérna að enda. Framar komnir í næstu umferð í Mjólkurbikarnum. Kæru vallagestir, fyrir hönd knattspyrnudeildar Fram vil ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna á völlinn í kvöld og við þökkum Ísfirðingum fyrir komuna. Einnig næsti leikur Fram er 1. maí næstkomandi afmælisdegi félagsins. Það er á móti Víði Garði, í Garði, klukkan 14:00. Þangað til, takk fyrir.